En á eftir þessum 2 viðburðum þá ætla ég að brjóta í blað með því að biðja þau Pallas og Kitty að spila fyrir okkur eitt lag. Ég ætla svo að útskýra þetta lag á eftir.
og í Eyjum. En ástæðan fyrir því við völdum Johann Sebastian Bach ekki bara af því að þetta er mesta tónskáld veraldarsögunnar, heldur af því að hann kemur inn á þann heim sem ég ætla núna að gera að umtalsefni. Hann semur þetta dásamlega lag svona tæpum 100 árum eftir að, ég vona mér verið fyrirgefið að segja, mesti, alvarlegasti, versti, hræðilegasti viðburður í sögu Vestmannaeyjahöfða. Júlí 1627. Þá það í byrjun þess mánaðar að þær fregnir hafa borist, flogið einhvern veginn á vindunum, því að ekki voru nú svona samskiptatækin merkileg þá daga náttúrulega, flogið á vindunum að það sæjist óvinna herskip. Það hefði jafnvel heyrst sagnir rán og gripdeldir og fólk hafi verið hertekið. Og hérna austur á Skansinum þá vígbúast menn, eru klárir í slaginn, og menn sjá skip koma. Og það eins og hikar, það skoti að því hikar, það fer út aftur. Daginn eftir virðist annað skip koma og menn telja það séu Danir. Danir komnir til að bjarga okkur Íslendingum. Það kemur áttið andvaraleysi yfir. En það samt hafður varinn á austur á Skansi því það eina aðkoman inn í Eyjafjörð. Svo skellur yfir mánudagur 17. júlí og skellur það yfir og það sjást hérna fyrir vestan, sjást koma 3 þyrkingar manna, vígalegar, vopnum búin, bjúgsverð og þeir sópa eins og kindum væri sópað öllum hérna í Landakirkju sem þá var semst austarinn núna, þess að heitir Landakirkja. Og það sem gerist það að 242 einstaklingar af það byrju 500 eyjabúum hneppt í varðhald og flutti sem þrælar þvert yfir heiminn til alls. Ég þekki þessa sögu. 34 líklega drepnir eða 36 sem hann hvort heldur var og restinn var eitthvað svona 150 manns, hún þyrlast eitthvað upp. Sumir voru út á sjó að veiða, aðrir upp á fjöllum komust þangað eða upp í kletta, fiskhella og hvað þetta hét allt saman sem komust og gátu bjarga sér. Og danski höfðinginn sem var yfir okkur settur, hann hafði þó meira fyrir en aðrir. Hann ýtti frá bát sínum og komst hann í land með sitt fólk. En til þess að tryggja það að óvinurinn gegn ekki eldan, þá braut hann annan bát sem var þarna líka við hliðið. Og það þýddi náttúrulega að þeir sem vildu flýja á þeim báti gátu það náttúrulega ekki. En þessi, og ég hef oft hugsað það, hvernig ósköpunum getur samfélag komist aftur, bara orðið aftur samfélag eftir svona hræðilega viðburð. En það merkilegt að það einn maður, sér Ólafur Egilsson, annar af 2 prestum hér í Vestmannaeyjum þeim tíma, hinn var sér Jón Þorsteinsson sem var líflátinn, kallaði píslavottur ættið eftir það. Einn maður sem fór með, hann hefur verið 60 á mínum aldri þegar hann fór, æva gamall, eins og þá hét, ég vona heitir það ekki í dag, það hét þá æva gamall. Og hann sem sagt sendur hinn tilbaka til að safna peningum fyrir hjá Danakonungi, safna peningum til þess að kaupa þrælana úr haldi. En hann býr yfir fágætum eiginleika þessi maður.
Það býr upp með eiginleika að vera ótrúlega ritfær, ekki þannig að stíllinn fljóti, heldur hann svo óendanlega nákvæmur og hann svo óendanlega sanngjarn. Þetta náttúrulega handbendi djöfulsins, þessi tyrki sem kemur, 28 mann heimsveldinu, en hann ótrúlega sanngjarn engar síður. En murka lífið úr félögum hans, hertaka konans son, sér soninn aldrei aftur, kona kemur löngu seinna. En hann ótrúlega sanngjarn þegar hann ræðir þennan viðburð. En hann fyrstur einstaklinga á Norðurlöndum til þess að segja frá þessum ótrúlega heimi, þessum ótrúlegu viðburðum sem hvítir þrælar í Afríku. Fyrstur mann á Norðurlöndum. Og þessi texti, hann auðvitað barnsins tíma, getur verið tyrfinn og erfiður, en ótrúlega gefandi ef menn gefa sér tök á því að lesa. En það einn galli á Gjöf Njarðar. Þessi texti var gefinn fyrst út 1852. Við eigum eitt eintak af þeirri útgáfu sem kolfágætt útgáfa. Síðan var þessi texti gefinn út öðru sinni 1906-1909. Við köllum þetta Biblíuna, þá eru allar útgáfur gefnar út, allir textar. Það einnig orðið býsna fágætt. Og síðan gaf Sverrir Kristjánsson sagnfræðingur verkið út fyrir rétt 50 ára, fyrir hálfa öld. Það líka orðið mjög fágætt. Þess vegna var það að við sem erum hér í Kirkjaránsfélaginu eða Sögusetur 1627, að við ákváðum að gefa þennan text út aftur. Við erum út í 4. sinn á íslensku og í fyrsta skipti hálfa öld. Og við ræddum við Bjarna Harðarson það hvort hann hefði áhuga á því að gefa þetta út og það var auðsótt. Hann náttúrulega sá fyrir sér og vissi það. Þetta náttúrulega ekki bara stórkostlegur texti fyrir Vestmanni, heldur fyrir landið allt og reyndar fyrir heiminn gervallan vegna þess að eins og ég sagði áðan, þetta fyrsti textin á þessum einhvern frá Norðurlöndum segir frá þessari sögu. Og síðan tók ég að mér að skrifa upp textan, en það verður rammarreip að draga af því að eiginhandarreit sér Ólafs ekki til. Það ekkert eiginhandarreit til frá þessum tíma, minnir að það elsta sé frá Séra Hallgrími, sem var 30 árum seinna. Og það þarf að bera handritin saman og gefið út eftir öldunum, skræðum, erfitt að lesa. Og ég talaði við Má Jónsson, sagnfræðing, sem veit ekki hvort þið kannist við, sem hefur gefið fjöldamikið af ritum úr heimi handritana. Og ég held ég megi fullera það, ég er 18 ári handritið og nú kom hingað, ég held ég megi fullera að hann sá sem svona glöggvastur á texta úr handritum í dag, af öllum Íslendingum, núlifandi Íslendingum. Og hann ætlar að vera með mér í að skrifa hennan text upp og gera hann kláran til útgáfu. Og Bjarni Harðarson ætlar að gefa bókin út með þeim besta brag sem hann getur. Og við ætlum núna að skrifa formlega undir þennan gjörð. Að bókin kom út á næsta ári og verði eigulegasti prentgripur. Og ef við fengið þau Bjarna og Helgu til að koma, kannski færum við komið til, kannski færum við aðeins til og náum með
Mikið vinna nú þegar verið unnin og ennþá meira eftir. Þetta alveg einstaklega hátíðleg stund. Ég veit ekki hvort þið áttið ykkur á því hvað við erum með miklar gersemar hér í höndunum. Fyrir utan það að séra Ólafur, hann líklega forfaðir flestra okkar. Þetta eitt merkasta handritið sem við eigum hér á Íslandi, fyrir utan þess að gömlu eiginsögur og allt það saman, en þetta eitt merkasta handritið okkar. Og ég treysti því að við finnum öll í hjarta okkar hvað þetta merkilegt, reynum að eignast þessa bók, höldum henni á lofti og auglýsum hana vel, þannig að þetta verði bók sem verði til á hverju einasta heimili. Og við erum með lista hérna frammi, það hægt að bóka, það hægt að skrifa sér niður fyrir eintaki í forsölu og með því að skrifa nafn sitt, símanúmer eða netfang og þá getið eignast bókina með afslætti, 20% afslætti, það verður 4.000 krónur. Bókin væntanlega næsta haust, er það ekki? Jú. Já. Og þegar hún væri komið bókin, þá myndum við hafa samband við ykkur og segja okkur að bókin var í komin og þá borgað og bókin sólt. En endilega reynið að hafa minnst og kosti eitt eintak á hverju heimili. Þetta mjög merkileg bók og þegar maður hugsa til þess hvað gamla bóki sem hún 50 ára gömul, þið fáið hann ekki einu sinni á fornbókasölu. Þessi bók verður alls ekkert eins. Það verða aðrir og meiri hlutir í þessu. Nýjir fræðimenn búin að vera að fjalla með það og þeir eru mjög öfundsjúkir út í heimi að við skulum eiga samtíma heimild þetta, því annars það var ekkert skrifað þetta. Það var bara sagt frá. Og þið vitið að þegar maður búin að segja sömu söguna 3 sinnum, allavega þegar ég segi sömu söguna 3 sinnum, þá breytist nú dálítið. Þannig að ég bara þakka fyrir þetta einstaka tæki fyrir að taka þátt í þessu og listin verður þarna á borðinu og endilega, og hann verður svo áfram hérna á bókasafninu og upp á safni hjá honum Herði, er það Gjörður? Jú. Já, þannig að endilega hugsið til þess hvað þetta merkileg bók og hvað mikilvægt að við höldum þessum arfi okkar fram í.